fyrir og takk Stefán fyrir frábært erindi. Þetta var sérst bara röð tilviljana í bland við einhverjar örfáar skynsamlegar ákvarðanir. Við þurfum eitthvað aðeins að endurskoða markaðsefnið okkar út frá því, held ég. En talandi það og kannski aðeins til að koma inn á hlutverkið mitt hjá Íslandsstofu, við getum ekki tekið eignarhaldi yfir þeim sögum sem ég ætla að segja ykkur hérna aðeins frá. Við lyftum þeim upp og gefum þeim vængi og vonandi styðjum við það sem þær hafa fram að færa í víðara samhengi. En ég ætla sérst að deila með ykkur nokkrum sögum umbreytingu í útrás og hvernig einfaldar ákvarðanir geta haft gríðarleg áhrif. En umbreyting virðist oft ómöguleg þangað til hún orðin að veruleika og ein af þeim sögum sem situr hvað sterkast hjá mér saga Kunses Dolma frá Ladakh á Indlandi. En Ladakh einangrað fjallahérað þar sem veturinn lokar samfélagið frá umheiminum mánuðum saman. Fyrir fólk sem býr þar snýst orka ekki þægindi heldur grundvallar lífsskilyrði. Kunses kom til Íslands árið 2017 í gegnum jarðhitaskólann GRÓ og var fyrsta konan á Indlandi til að fá formlega þjálfun í jarðhitanýtingu. Og þegar hún sneri heim þá sýndi hún í verki hvað jarðhiti getur gert og þýtt fyrir hana og fyrir samfélagið. Hún setti upp gróðurhús þar sem áður var óhugsandi að rækta ferskt grænmeti yfir veturinn. Konur í þorpinu tóku þátt og lærðu og prófuðu sig áfram. Þetta var kannski lítið verkefni í svona alþjóðlegum samanburði en fyrir samfélagið var þetta gríðarlega mikil breyting. Það breytti aðgengi að næringu, bætti heilsu og skapaði atvinnu. Og það sem kannski mikilvægast af öllu að það breytti hugmynd fólks hvað væri raunverulega mögulegt. Í dag verið að bora á svæðinu með það að markmiði að framleiða raforku úr jarðhita og umbreytingin stoppaði alls ekki þar. Dvölin á Íslandi gaf Kunses líka hugrekki til að tala jafnrétti, ofbeldi gegn konum og þátttöku kvenna í ákvarðanatöku. Og í dag hefur Ladakh samþykkt 33% kynjakvóta fyrir konur í svæðisstjórnum. Þetta byrja allt saman með einni ákvörðun að mennta sig, sækja þekkingu og þora að nota hana. Ein af ástæðunum fyrir því að sögur eins og þessi verða til og við getum sagt frá þeim þessi jarðhitaskóli GRÓ. En hann hefur verið starfræktur 50 ár þar sem íslenskir sérfræðingar þjálfa fólk í jarðhitanýtingu í gegnum skólann og þegar við horfum til þessa skóla þá hefur hann þjálfað yfir 800 nemendur frá 70 löndum. Í dag kemur nærri helmingur raforku í Kenía frá jarðhita og landið orðið þekkt sem leiðandi í jarðhitanýtingu en Kenía eitt stærsta samstarfsland GRÓ jarðhitaskólans. Og fyrrum nemi GRÓ frá Kenía orðaði grunninn að þessum árangri svolítið skemmtilega. Technology without people is potential unrealized. Eða gróflega því sem tækni án fólks vannýtt tækifæri eða tækifæri sem ekki verða að veruleika. Og margir fyrrverandi nemar í skólanum gegna í dag lykilstöðum í sínum samfélögum, hvort sem í orkufyrirtækjum, ráðuneytum eða stofnunum og eru sjálfur orðnir kennarar fyrir næstu kynslóðir og alla sem vilja taka þátt. Og þarna margfaldast þekkingin og áhrifin verða veruleg að því fjárfestingin í fólki öflugasta form endurnýjanlegrar orku. Við Íslendingar vön að hugsa jarðhita út frá okkar eigin daglega lífi. Hiti í hús, hiti í sundlaugar, heitir pottar, snjóbræðsla. Fyrir okkur þetta sjálfsagt og nánast ósýnilegt. En víða í heiminum jarðhiti alls ekki ósýnileg þægindi. Hann algjör umbreyting fyrir lífsskilyrðum. Og svo við höldum áfram að tala Indland þá vinna íslensk fyrirtæki eins og Geotropy að nýtingu lághita, þar sem jarðhiti meðal annars notaður til að knýja áfram kæligeymslur fyrir epli. Þá endist uppskera lengur, tapið verður minna og tekjurnar aukast og bændur í rótgrónum samfélögum eiga betur fyrir framtíðina. Þetta ekki gert með rafmagni, þetta gert með beinni nýtingu jarðhita og þekkingu sem kemur inn í samfélaginu. Þetta ekkert alltaf risavaxin verkefni, en þetta lausnir sem breyta daglegu lífi fólks. Og þegar bæði lausnir og samstarf til staðar, þá upplifum við þessa vendipunkta
og þessa jákvæðu vendipunkta. Og stundum verða svona verkefni ekki bara að lausnum á einum stað, heldur að fyrirmyndum á stórum skala. Og það sjáum við skýrt í Kína, en upphafið að þeirri sögu má rekja til þess þegar kínverski forsetinn kom hingað í heimsókn fyrir 20 árum og sá Nesjavallavirkjun. Hann hugsaði kannski ekki alveg eins og Churchill, en hann hugsaði, ef þetta hægt hér, þetta þá kannski hægt í Kína. Og þannig var samstarf milli Arctic Green Energy og íslenska fyrirtækisins, sem sagt, og kínverska orkufyrirtækisins Sinopec til. Og í dag þetta samstarf orðið að einu stærsta jarðhitafyrirtæki heims. Og jarðhiti núna notaður til að hita og kæla meira en 70 borgir í Kína og þjóna milljónum íbúa og notenda. Og ein þessara borga Chong'an borg sem hefur verið hönnuð frá grunni sem lágkolefnisborg framtíðarinnar. Þar sem jarðhiti burðarás í orkuinnviðum, kol hafa verið tekin út og þannig hafa sparast milljónir tonna CO2 eða sem nemur til dæmis bara 6-faldri losun Íslands á ári. Og fyrir fólki þarna þá snýst þetta ekkert endilega bara tonn og megavött. Þetta snýst fyrst og fremst að maður geta andað að sér hreinu lofti og að borgir séu byggðar fyrir framtíðina en ekki fortíðina. Og þessar sögur eru ólíkar. Þetta eru stór og lítil verkefni, en þeir eiga það allar sameiginlegt að einhver ákvað að byrja. Ekki af því að það var allt tilbúið, alls ekki af því að áhættan var horfin, heldur af því að óbreytt ástand var ekki lengur ásættanlegt. Við verðum ekki betri með því að bíða, en við verðum kannski aðeins betri með því að prófa og læra á leiðinni. Allar umbreytingar fela í sér ákveðna áhættu og þær krefjast langtímahugsunar. Að taka ákvarðanir í dag sem skila ávinningi eftir 5 ár, 10 ár eða jafnvel bara hjá næstu kynslóð. Ísland hefur haft einstakt forskot í jarðhita, en raunverulegt forskot okkar reynslan af umbreytingum. Og við viðhöldum því ekki bara með því að gera meira af því sama, heldur með því að taka þátt í umbreytingunni annars staðar, með því að deila þekkingu, styðja við fólk og halda áfram að þora. Umbreyting í útrás ekki útflutningur á tækni, hún útflutningur á þekkingu, reynslu og ákvörðunum sem virka. Og ef þið takið eitthvað með ykkur hérna á mínu erindi inn í helgina, þá vona ég að það sé þetta. Umbreyting hefst hjá fólki. Ef við viljum raunverulegar breytingar, þá þurfum við að fjárfesta í fólki, færni og hugrekki, ekki bara í lausnum. Þú þarft ekki öll svörin til að byrja. Flestar umbreytingar hefjast með einni ákvörðun, ekki fullkominni áætlun. Og loks, raunverulegt forskot Íslands ekki bara orka, þetta reynsla af því hvernig umbreyting varð að veruleika. Ef við deilum henni, þá höfum við raunveruleg áhrif.